Virka harðir diskar? Harðir tölvudiskar eru af tveimur gerðum. Það er annars vegar svona gamaldags diskar eins og eru mest notaðir ennþá. Þá er svona diskur þarna inni, þeir eru oft fleiri, hér er bara einn. Eða það sem kallað er solid state diskar sem er ekki svona diskur sem snýst, þetta er meira eins og bara minnislykill. En þessir eru miklu hraðvirkari, en þeir eru líka miklu dýrari, sérstaklega ef þeir þurfa að vera stórir. Þannig að í flestum tölvum í dag þá nota menn svona disk fyrir stýrikerfið, en svona gamaldags snúningsdiska til þess að geyma gögn. Þessi diskur hérna, hann snýst, svo er armur hérna ofan á sem að hleypur á straum og það snýr við, það eru ákveðin segulapparöt í disknum hérna og það snýr þeim við. Og þetta er mjög flókið fyrirbæri, en þetta snýst þetta er kallað tvíundakerfi eða binary. Það eru 8 svoleiðis raðir, eins og við sjáum hérna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Þetta er einn biti. Og til þess að geyma einhver gögn, þá þurfum við ansi marga bita af gögnum, en tölvan kann svo að raða því saman í eitthvað gáfulegt fyrir okkur. Og þetta þýðir að merkið snýr í eina átt og þetta þýðir að merkið snýr í hina áttina. Þetta er í raun bara eins og segull sem er verið að snúa í norður eða suður. Og armurinn hérna, hann gerir það. Við skulum prófa að setja þetta í gang. Þetta snýst 7200 snúninga á sekundu og þið sjáum að armurinn hann hreyfist aðeins, hann er að leita að einhverju. Þetta er ekki tengt í tölvu núna, þannig að hann er ekki að gera neitt. En þegar ég vissi eitthvað, þá skrifar hann á diskinn með svona táknum hvaða gögn ég er að geyma. Ef ég síðan eyði gögnunum, ít á delete, og jafnvel þó ég fari í ruslafötun og hendi úr henni líka, þá finnur tölvan þetta ekkert aftur. Gögnin er ekkert farin, því að hann fer ekki í að nulla út eða tíma eða vinnu í að nulla út það sem var búið að setja á. Það sem hann gerir er að hann þurrkar út hvar þetta var geymt og gefur í raun leyfi fyrir að skrifa yfir það. Þannig að þó vitum á delete, þá er stundum hægt að finna gögnin aftur, sér í lagi ef við erum ekki búin að vista mikið inn á diskinn síðan að við gerðum þetta síðast. En þessi diskur, þetta er gamall diskur, þetta er ekki 80 GB diskur, ég á minnislykla sem eru stærri en það. Og þetta er bara einn diskur, þetta er oft 2, 3, jafnvel fleiri diskar í dag sem er þá staplað ofan og þá liggja armarnir hérna á milli. En í raun er þetta náttúrulega gríðarlega flókið, en þetta er svona einfalda útskýringin á því hvernig harðir diskar eða svona tölvudiskar virka.